Unnið hefur verið að umbótum á farangursflokkunarkerfi Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. Nýr farangursflokkunarsalur hefur verið tekinn í notkun og síðustu daga hefur verið unnið að því að tengja saman ný og eldri kerfi. Það hefur valdið einhverjum töfum en nú átti að sjá fyrir endan á þeim. Hið nýja kerfi hefur rúmlega tvöfalda flokkunargetu á við gamla kerfið og er nauðsynleg viðbót í þeim vexti sem nú er á Keflavíkurflugvelli. Hverju breytir þetta fyrir ykkur? Í fyrsta lagi náttúrulega bara að auka afköstin, þannig að við getum ráðið við sumarið og svo í annan stað, og ekki síður mikilvægt, þá var gamli flokkarinn okkar var ekki hannaður fyrir gámavélar, þar að segja breiðþotur sem WOW og Icelandair eru að taka í notkun í sumar. Þannig að við þurfum að stækka hér rýmið allt og stækka flokkarann til þess að ráða í rauninni við stærri vélar með stærri og lengri rennum, þannig að hægt sé að fylla á farangursgáma hér inni. Hvernig er svona umfangið í þessu að breytast hjá ykkur? Já, þetta er náttúrulega bara eins og öll önnur. Það er 37% aukning á farþegum spáð í ár og stór hluti af því er tengifarþegar, en það gerir það líka verkum hérna að umfangið í farangursflokkarunum mun meira vegna þess að stærðin á leiðakerfinu hjá Icelandair og auðvitað WOW líka er orðið þannig að handflokkun á milli véla beint út á stæðan og slíkt gengur ekki lengur, þannig að allar töskur er að koma hér inn á flokkarann sem var ekki gert í áður fyrr. Þannig að þetta eykur líka álagið á flokkaranum með nýjum tengitöskum sem er að koma inn á svæðið. Þannig að þetta er alltaf stækka mun hraðar heldur en ella væri. Hvað mun þetta nýja kerfi, hvað mun það ná að annað miklu? Lifir þetta fyrir ykkur í ykkur ár? Við skulum vona það, jafnvel vona ekki, vegna þess að þetta er frábært þegar það er vöxtur í ferðaþjónustunni og vöxtur í gegnum Keflavíkurflugvöll. En við erum núna nánast að tvöfalda afköstin og við erum að meira en tvöfalda lengdina á farangursflokkarunum sem gera þannig verkum að við erum nú að vonast til þess að þetta dugi okkur ykkur 5-7 ár, en þetta mun ekki geta annað meira heldur en kringum 5.100 töskum á klukkustund í allra mesta lagi. Þannig að við þurfum bara að sjá hvernig þróunin á farþegunum verður á komandi árum. Þetta er gríðarlegur vöxtur í ferðaþjónustunni og það er mikil uppbygging hérna við flugstöðina. Hver er svona staðan á okkur núna þetta vorið og sumarið byrjun? Við náttúrulega bara förum fullir bjartinn inn í sumarið, en þetta er gríðarlega mikið af framkvæmdum í gangi. Við erum hér að byggja yfir 3.000 fermetra til að stækka farangursflokkarann og vera með nýja aðkomu inn á svæðið og sorpgeymslu og vörumóttöku. Á sama tíma erum við að taka 3 fjarstæði í notkun til viðbótar og erum í byggingu á Suðurbygginguna sem við erum að stækka næstu í 7.000 fermetra og erum nýbúnir að taka 5.000 fermetra á nýjum rútuhlöðum í notkun. Þannig að á þessari stundu erum við yfir 16.000 fermetra undir framkvæmdum og það er gríðarlega erfitt að vera í fullum rekstri, vera í þessari miklu aukningu og á sama tíma vera í þessum framkvæmdum. En við náttúrulega erum bara með frábært fólk og góða samstarfsaðila hérna á flugvöllinu sem taka þátt í þessu og vilja vaxa með okkur. Eru svona einhverju flöskuhálsar að trufla ykkur þetta sumarið? Það sem af þá virðist landamærin auðvitað vera flöskuháls og það er hluti af því ástæðan fyrir við erum að byggja Suðurbygginguna til norðurs til að stækka landamærasalinn og eins og við höfum kannski vitað í dágóðan tíma þá eru hliðin, það er að segja svæði í kringu sjálf biðsvæðin orðin og lítil fyrir þann farþegafjölda sem er í húsinu og komuböndin, þau eru orðin að töluverðum flöskuháls og þetta er ástæðan fyrir því að við erum í þessum framkvæmdum hér í kring, en svo sjálfsög er bara húsið komið að þolmörkum á álagstímum. En það eru ýmsar framkvæmdir að ná eða ekki einhverjum lokapunkti núna bara á allra næstu vikum? Jú, það er náttúrulega sérstaklega rútubyggingin sem ég nefndi með 6 hlið og á 3 hæðum sem er verið að klára núna þess staðana og fjarstæðin 3 stæði til viðbótar fyrir flugvélar í kringum og svo farangursflokkarinn sem við stöndum inni að það ætti allar framkvæmdir hér að vera búnar eftir það bil 3 vikur og með komuböndin vonandi í kringum miðjan júlí.